Samfylking, Sjálfstæðisflokkur og Viðreisn mælast með mest fylgi í nýjum þjóðarpúlsi Gallup. Aðeins einn ráðherra Framsóknarflokks næði kjöri og Vinstri græn ná ekki manni inn á þing. Austfirðingar þyrptust til að kjósa utan kjörfundar í dag. Veðurstofan spáir vonsku veðri á austurhelmingi landsins á kjördag. Vetrarfærð gæti orðið til þess að fresta verði kjörfundi og talningu atkvæða. Undirbúningur fyrir kjördag á morgun í fullum gangi og unnið hörðum höndum að því að koma upp kjörklefum á 24 stöðum í borginni. Ísraelsher gerði í dag árás á skotpall Hezbollah í suðurhluta Líbanons þrátt fyrir nýsamþykkt vopnahlé. Ásakanir hafa verið á báða bóga að það hafi ekki verið virt. Bið getur orðið á því að hægt verði að opna fyrir umferð til Bláa lónsins. Búið að ryðja vegslóða yfir hraunið sem rann yfir Grindavíkurveg í síðustu viku. Gott kvöld. Öllum verkfallsaðgerðum kennara hefur verið frestað út janúarmánuð. Þetta var ákveðið í dag eftir að samkomulag náðist tillögu ríkissáttasemjara viðræðuáætlun í kjaradeilu kennara við ríki og sveitarfélög. Ótímabundin og tímabundin verkföll kennara í skólum víðs vegar landið sem hófst fyrir mánuði og voru fleiri verkföll fyrirhuguð á næstu vikum. Kennarar sem hafa verið í verkfalli mæta aftur til vinnu á mánudag en verkföll hefjast á ný í febrúar ef ekki verður búið að ná samkomulagi í kjaradeilunni fyrir þann tíma. Samfylkingin mælist áfram stærst í síðasta þjóðarpúlsi Gallup fyrir kosningar. Sjálfstæðisflokkurinn, Viðreisn og Flokkur fólksins bæta við sig en fylgi Miðflokksins minnkar skart. 7 flokkar næðu manni á þing samkvæmt könnuninni. Fylgi Samfylkingarinnar dalar lítillega frá síðustu könnun en nú segjast 20,0% ætla að kjósa flokkinn. Það það minnsta frá því nokkrum dögum eftir að Kristrún Frostadóttir tók við formennsku fyrir 2 árum. Samfylkingin þó enn stærsti flokkurinn með 14 þingmenn, litlu stærri en Sjálfstæðisflokkurinn. Hann mælist með 18,4% og fengi 13 menn kjörna. Viðreisn heldur áfram að bæta við sig. 17,6% myndu kjósa flokkinn og hann fengi 13 þingmenn. Annar flokkur sem á flugi Flokkur fólksins, 12,6% styðja hann og hefur hann ekki mælst með meira fylgi á kjörtímabilinu. Verði þetta niðurstaða kosninga setjast 9 þingmenn á Alþingi fyrir Flokk fólksins. Miðflokkurinn lækkar nokkuð 4. könnunina í röð. Nú segjast 11,1% ætla að kjósa flokkinn og hann fengi 8 þingmenn sem þó nærri þreföldun frá síðustu kosningum. Framsóknarflokkurinn mælist með 6,8% og fengi 5 menn kjörna. Af 4 ráðherrum flokksins mælist aðeins 1 inni, það Willum Þór Þórsson. Sósíalistaflokkurinn með 4,8% og hársbreidd frá því að ná inn á þing. Vinstri græn mælast hins vegar með rétt rúm 3% en fylgi flokksins hefur verið botnfrosið í könnunum í nokkrar vikur. Píratar mælist með 4,1% en þrátt fyrir að vera undir 5% af þröskuldinum sem þarf fyrir jöfnunarsæti þá myndi flokkurinn samkvæmt þessari könnun ná einum kjördæmakjörnum manni inn á þing. Það í Reykjavíkurkjördæmi norður, þar sem oddvitinn Lenja Rún Taha Karim mælist inni. Lýðræðisflokkurinn nýtur stuðnings 1,4% kjósenda, en Ábyrg framtíð sem býður aðeins fram í Reykjavík norður rekur lestina með 0,0%. Könnunin var gerð dagana 23. til 29. nóvember, heildarúrtak var tæplega 4.300 manns og þátttökuhlutfall 53,7%. Eva H. Önnudóttir, prófessor í stjórnmálafræði. Miðað við þessa könnu þá stefnir bara í hörku spennandi kosningar. Já, það má klárlega segja það og líka það sem við höfum bara verið að gerast í könnunum undanfarið að það eru nokkrir flokkar sem eru þarna á mörkunum að komast inn á þing en við þurfum náttúrulega að hafa í huga bæði það eru vikmörk og líka að það ekki allir búin að ákveða sig og kannanir eru bara punktmat, það ekki kosningaspá. Stærstu tíðindin kannski í þessari könnun eru hversu mikið Sjálfstæðisflokkurinn að bæta við sig miðað við aðra kannanir sem hafa verið birtar á undanförnu. Og Miðflokkurinn minnkar á móti, en þetta sýnir bara að þetta verður bara gríðarlega spennandi á morgun. Og svona við höfum séð bara töluverða hreyfingu á fylginu síðustu daga. Eitthvað hægt að lesa í þessar hreyfingar?
Það örugglega nokkur atriði. Fyrsta lagi er bara alltaf fleiri og fleiri kjósendur sem að gera upp hug sinn. Það eru færri sem að segjast ekki vita hvað ætla að kjósa núna heldur en fyrir nokkur vikum síðan. Við sáum það í könnun sem við erum með í gangi hjá Íslensku kosningarannsókninni. Svo er það líka þannig að fólk kannski aðeins að skipta flokk. Fylgir svolítið að flæða á milli kannski vinstri flokkana eða hægri flokkana. Og já, svo er líka bara fólk að þriðjungur sem ákveður svo í kjörklefunum. Og þannig að það örugglega bara ástæðan fyrir við sjáum þessar eðlilegu hreyfingar á fylgi. Líklegt að við höfum eftir að sjá enn meiri breytingar ef við skoðum það sem kemur upp á korsum á morgun með þessar kannanir? Ef við skoðum bara sögulega þá vitum við að vinstri flokkarnir hafa verið að jafnaði ofmetnir í könnunum. Þá er ég að tala um Samfylkingu, Pírata og Vinstri græn. Og við vitum að aðrir flokkar hafa verið vanmetnir sem eru þá helst Sjálfstæðisflokkur, Flokkur fólksins, Miðflokkur og Framsókn. Ef það gerist aftur þá munum við sjá hreyfingu til eða frá miðað við kannanir þegar úrslitin verða kynnt. En svo er maður alltaf að byggja á sögulegum gögnum og svo geta þessar kosningar verið allt öðruvísi heldur fyrir kosningar. Takk fyrir þetta, Eva H. Önnudóttir. Við mögulega eftir að heyra meira í þér á næstu sólarhringum. Takk fyrir. Tvísýnt hvort að þurfi að fresta kjörfundi eða talningu atkvæða vegna hvassviðris og hríðarveðurs. Björgunarsveitir eru búnar undir að þurfa að flytja kjörgögn í vetrarfærð. Aldrei hafa fleiri kosið utan kjörfundar á Austurlandi og biðraðir mynduðust í dag, enda ætlar fólk ekki að lenda í vandræðum í hríðarbil á morgun. Við erum hér fyrir utan sýslumannsskrifstofuna á Egilsstöðum og hér hefur verið mikið að gera í dag. Fólk að kjósa utan kjörfundar, enda líst fólki til sveita ekkert á það að reyna að komast á kjörstað á morgun. Þá er spáð vondri hríð og ófærð í sveitum og jafnvel innanbæjar líka. Ég búinn að setja upp óveðurshúfuna formlega, en nú skulum við heyra í fólkinu sem að kjósa hvernig þið líst á stöðuna. Nú er bara verið að kjósa út af leiðinlegri veðurspá og vera undan veðrinu. Það gæti orðið blindbylur á morgun, þannig að mér langar bara að vera heima hjá mér, frekar heldur en að fara út í hann. Allir var einn góðir til að ná að kjósa. Ég kýs til þess að sleppa við að lenda í kannski hálfgerðri ófærð á morgun, þó eina bæja sé. Konan reiknaði ekki með að það yrði fært þérna heiman á morgun. Það mætir afgangi moka hingað til okkar sko. Þröstur rekur verktakafyrirtæki sem sinnir snjómokstri og stökk frá undirbúningi til að kjósa. Núna eru bara allir að hamast við að græja vélar fyrir morgundaginn. Við vorum að græja blásarann, keðja vélina, hún fyrir upp á Fjarðarheiði. Svo vorum við að græja veghefil og hjólaskóflu og trallsku. Þetta var með allt klárt. Það verður allir reyna að klára kosningarnar á morgun eða hægt svo drægist einhverjum á sunnudag. Það verður yfir kjörstjórn í Norðausturkjördæmi sem ákveður hvort fresta skuli kjörfundi og það skýrist í fyrramálið eða þegar líður á daginn. Við reynum að halda okkar áætlun sem svo að vera með kjörfund á eðlilegum tíma á morgun, bara auglstum tíma og klára kjörfundi. En ef að erum það í bakkvöndin, það gæti náttúrulega komið til þess að það yrði að fresta kjörfundum fram á sunnudag í einhverjum tilfellum. Ekki má hefja talningu atkvæða fyrir en kosningu lokið í öllum kjördæmum, sem þýðir að ef ófært á einum stað og fólk hreinlega kemst ekki á kjörstað, má ekki byrja að telja annar staðar. En þó allir komist á sína kjörfundi, gætu orðið tafir á að koma kjörseðlunum á milli staða. Já, við myndum ekki byrja að telja nema ef við sjáum fram að það ná ekki kjörgögnum fyrir en á sunnudag, að þá byrjum við ekki fyrir en á sunnudagsmorgni væntanlega. Við verðum bara að krossa fingur og bíðum gott veðurlag þannig að við getum klárað kjörfundi en þeir bera sig mannalega hér fyrir austan okkur og segjast vera vanir ýmsum veðrum þannig að þetta sé ekki það versta veður sem að spáð hefur verið hjá þeim. Birta Líf, hvernig er útlitið fyrir morgundaginn? Það er lægðanálgast landið og það er ansi myndarlegur úrkomubakki sem fylgir henni. Það er vaxandi vindur núna og það er að ganga í norðaustan hvassviðri og það er þessi ofankomubakki eða snjókoma sem kemur upp á landinu og þetta hefur einkum áhrif á Austurlandi eins og kom hérna fram og það er nú þegar komin gul viðvörun vegna hríðar á Suðausturlandi. Núna bara klukkan 8 þá tekur við á Austfjörðum og svo snemma í fyrramálið á Austurlandi að glettingi
og síðan hafa þeir sem eru á Norðurlandi, það koma líka inn gula viðvaranir þar, Norðurlandi eystra og vestra, en þær taka ekki gildi fyrir klukkan 3 á morgun, þannig þar er tækifæri til þess að fara fyrir hlutadags að minnstakosti í nokkuð öruggu veðri. Það er mikið í húfi og þetta getur sett stórkostlegt strik í reikningin. Verður hægt að koma kjörgögnum á milli staða á morgun? Það er alveg útilokað að segja til af eða á. Það er ýmislegt sem getur spilað inn í, það getur verið slys eða illa búnir bílar eða eitthvað slíkt sem kemur í veg fyrir. Það er svona alls konar, þetta er klárlega veður sem býður upp á erfið skilyrði, getur verið blint, það er mjög kalt, snjórinn hann þyrlast út allt og það er vindur í þessu líka, þannig það er að gera að fylgjast með spánum. Takk fyrir þetta Birta Líf, þú fer betur yfir þetta í veðursættímanum á eftir. Takk. Kjörklefar eru komnir upp á 24 stöðum í borginni nú þegar kjördagur nálgast óðfluga. Vinnan við að setja upp kjörstaði hefur gengið óvenju vel, enda hafa landsmenn gengið óvenju oft til kosninga síðustu ár. Það var nóg að vera í íþróttahúsinu við Austurbergi í Breiðholti í dag, rétt eins og öðrum kjörstöðum, en það er undirbúningur fyrir kosningar í fullum gangi. Þetta er vel skipulagt, þá er þetta næstum bara að setja á play á mánudegi og svo rúlar þetta bara alla vikuna. Vinnan skotgekk, en það er fólk ekki að gera þetta í fyrsta sinn og ekki nema 6 mánuðir frá síðustu kosningum. Finnbogi, svona íta að, hérna. Já, vinur. Hérna erum við í Austurbergi og þá eru byggðar kjördeildir og þá setjum við upp svona skilrúm og hér er ein kjördeild og síðan er þetta að koma hérna borð og stóla fyrir fólki sem starfar hér og það var þá einn hérna fyrir hjólastólaklefa og 2 aðrir. Og sumstaðar eru klefar eins og þessir hér, svo kallaðir pop-up klefar sem verða notaðir í fyrsta sinn á morgun. Þeir eru innfluttir frá Írlandi og minna kannski svolítið á sturtuhengi. Þetta er ekki í fyrsta sinn sem breytaðir upp á nýbreytni og kjörstöðum og sumir muna ef til vill eftir þessari lausn í miðjum heimsfaraldri. Regnhlífinni hefur hins vegar verið lagt eftir því sem Fréttastofa kemst næst. Og Héðinn segir aðspurður að fólk sem er að koma í fyrsta sinn á kjörstað þurfi ekki að örvænta, að geti kynnt sér skipulagið á netinu eða hreinlega gert það á staðnum. Þetta er allt vel merkt, bæði útimerkingar og svo eru leiðbeiningar sem taka á móti fólki og svo er líka fullt af starfsfólki hérna sem tekur á móti fólki. Loka umræður formanna og leiðtoga stjórnmálaflokkana verða í beinni útsendingu hér strax og eftir íþróttum og veðri. Valgeir Örn Ragnarsson og Sigríður Hagalín Björnsdóttir verða spyrlar í kvöld. Hverju megum við að vona á? Hingað koma formenn þeirra 10 flokka sem bjóða fram í öllum kjördæmum. Við eigum vona á líflegum og upplýsandi umræðum. Já, það er ýmislegt sem brennur á kjósendum fyrir þessar kosningar. Margir eru enn ekki búnir að ákveða hvað þeir ætla að kjósa á morgun. Umræðurnar í kvöld geta vonandi hjálpað fólki að gera upp hug sinn. Já, umræðurnar hefjast klukkan 20 mínútur í 8. Ekki missa þið. Takk fyrir þetta. Fólk í Líbanon óttast að vopnahlið sem samið var í vikunni sé brothætt. Ásakanir hafa gengið á báða bóga að það hafi ekki verið virt. Ísraelsher gerði í dag árás á skotpall Hezbollah í suðurhluta Líbanons eftir að hafa séð liðsmenn samtakanna þar, að því segir í yfirlýsingu hersins. Vopnahlé í Líbanon tók gildi á miðvikudag en óttast að lítið megi út af bregða. قال وقف اطلاق النار وبعده هلا عم يقصف بجنوب شو قصف بس قولي لي شو قصف هون شوفوا كلها هون بنايات عادي حبيبتي اذا بده يقصف حزب الله مش قاعد مع بالبنايات. بحس وقته حترجع الحرب ما بحس الهدنه انه خلص وقفت بحس وقت وحنرجع الحرب. Ekkert lát á árásum Ísraelshers á Gaza sem hefur drepið 33 og sært 137 hið minnsta síðasta sólarhring samkvæmt heilbrigðisráðuneyti Gaza. Matvælaáætlun Sameinuðu þjóðanna varar við því að öllum bakaríum á Gaza hafi verið lokað vegna skorts á hráefni. Ísraelar hleypa enn litlu af neyðaraðstoð þangað inn og hungursneyð vofir yfir. Ekki allt upptalið átök í þessum heimsluta. Uppreisnarmenn í Sýrlandi hafa tekið yfir þorp í héruðunum Aleppo og Idlib í vikunni. Yfir 240 hafa verið drepnir og það mesta mannfall í átökum í landinu í tæpu 5 ár. 4 voru drepnir í árásum á borgina Aleppo í dag.
Þá hefur stjórnarherinn gert loftárásir á aðsetur uppreisnarsveita í dag. Nokkuð gæti verið í að fært verði fyrir gesti í Bláa lónið. Verið að leggja enn einn Grindavíkurveginn yfir nýrunnið hraun. Það er engin nýlunda í nágrenni Grindavíkur að lagður sé vegur yfir nýrunnið hraun. Það hefur verið gert nokkrum sinnum án vandræða. Grindavíkurvegur fór í sundur í fyrri viku. Nú er búið að ýta slóða yfir hraunið og vinna við að keyra efni í nýjan veg hafin. Það er þá 4. útgáfan af Grindavíkurvegi á þessum stað, svo því sé haldið til haga. Þetta er alveg svona hátt í 1,5 kílómetra af vegi sem þarf að endurgerast. Jón Haukur segir að töluverð vinna sé framundan við að klára veginn og gera hann akfæran. Við erum svona vonast til þess að þetta séu svona 2 vikur að gera þetta svona alveg fullklárað. Þar með er þó ekki sagt að hægt verði að hleypa umferð á veginn því sambúð smábíla og stórra efnisflutningabíla er ekki hentug. Almenn umferð og uppbygging á varnargörðum gæti því rekist á. Þetta þurfi að leysa með einhverjum hætti. Það er núna bara mikil áætlan að vinna í gangi að sjá í gegnum þetta mál, hvernig hægt er að flétta þessa strauma saman, að vera ekki með búkollunar á Grindavíkurveginum, því að það gengur ekkert með almennu umferð. Áður en opnað verði fyrir umferð til Bláa lónsins verði að tryggja umferðaflæði á svæðinu í heild sinni. Það geti tekið nokkra vikur. Það er alveg augljóst að þetta verkefni heldur áfram inn í nýja árið og þá þarf þetta að virka saman, sem sagt bæði umferð ferðamanna, íbúa og svo þessi uppbyggingarstarfsemi. Skoðanakannanir sýna breytt landslag í þýskum stjórnmálum að loknum kosningum sem fara fram 23. febrúar næstkomandi. Allt bendir til þess að kristilegir demókratar undir stjórn Friedrich Merz verði stærsti flokkurinn með 30% fylgi á meðan jafnaðarmannaflokkur Olaf Scholz tapi töluverðu fylgi. Þá mælist þjóðernissinnaði hægri flokkurinn AfD með 2-falt meira fylgi en hann fékk í síðustu kosningum og verði stærri en jafnaðarmenn. Dósent í stjórnmálafræði við Humboldt háskóla í Berlín segir þó ólíklegt að AfD komist í ríkisstjórn að kosningum loknum. Næsta stjórnarmyndun verða örugglega leiddar af kristilegum demókrötum, sem þetta lítur út núna, og þeir hafa bara ennþá úr fleiri kostum að velja. Það er svona verið að ræða hvort að það komi aftur þessi große koalítion eða stóra stjórnin, samstjórnin, sem þeir reyndar ekkert sérstaklega stór í þetta skiptið, en það er að segja á milli jafnaðarmanna og kristindemókrata, það er svona kannski hvað líklegast, og ef þau þurfa að bæta við þessi 3. flokki þá væri helst græningjar sem kemur þar inn í myndina, held ég. Nánar verður fjallað þýsk stjórnmál í fréttaskýringaþættinum Heimskviðum eftir hádegisfréttir á Rás 1 á morgun og það verður líka fjallað úkraínsk börn sem rænt er af Rússum. Þingmenn neðri málstofu breska þingsins samþykktu í dag frumvarp sem leyfir dánaraðstoð við sjúklinga með banvæna sjúkdóma í Englandi og Wales. Samkvæmt frumvarpinu verða reglur strangari en í öðrum Evrópuríkjum. The ayes to the right, 330. The noes to the left, 275. The ayes have it, and look! Aðeins þeim sem ekki hugað líf lengur en 6 mánuði verður heimilt að nýta sér dánaraðstoðina samkvæmt frumvarpinu. 2 læknar og dómari þurfa að staðfesta leyfið. Þá þarf fólk sjálft að geta tekið inn banvænt lyf. Hart hefur verið tekist á frumvarpið og komið mótmælendur saman við þingið í dag. Stjórnmálaflokkarnir lögðu ekki neina línu í málinu og var hver og einn þingmaður hvattur til að greiða atkvæði samkvæmt sinni sannfæringu. And let's be clear, we are not talking about a choice between life or death. We are talking about giving dying people a choice of how to die. But is it not the case that this crosses a new irreversible medical red line for doctors and for nurses? Frumvarpið er ekki orðið að lögum. Næst verða til frekari meðferðar þingsins og atkvæðagreiðslu í lágvarðadeild. Svartur föstudagur er í dag og nóg að vera í netverslunum landsins og það er líklega hvergi meira að gera en hjá póstsendingarfyrirtækjum eða hvað, Alexander?
Nei, það nóg að vera hér hjá póstsendingafyrirtækinu Dropp í Vatnagörðum í Reykjavík. Það hálfpartinn eins og maður sé mættur hérna inn á verkstæði Jólasveinsins. En hér hjá mér framkvæmdastjóri félagsins. Hrólfur, þessi vika í kringum svarta föstudaginn, þetta aðalvika ársins hjá okkur? Já, næsta vika langstærsta vika ársins hjá okkur og alltaf eins og hver einasta ári. Þú segir næsta vika, hvað þá? Sko í dag eru margir að versla á svörtum föstudegi. Við erum búin að fá hellingasendingum strax. Svo á mánudaginn stafrænn mánudagur. Þá heldur fólk áfram. Svo fara sendingarnar að berast allar til okkar. Við klárum í lok næstu viku að koma þeim til skila. Einmitt það rekur hver verslunardagurinn annan. Hvað svona í gangi hérna fyrir aftan okkur? Sko hér erum við að flokka sendingar. Það fara á 112 staði allt land. Það bara mjög mikilvægt að það gangi hratt fyrir sig, svo stíflist ekkert hér. Og þessi verslunardagar eins og svartu föstudagur, þeir eiga sér nú ekki langa sögu hérna á Íslandi, en þeir hafa vaxið hratt. Eru þessi dagar ennþá að verða stærri? Sko við erum búin að gera þetta í 5 ár og okkur finnst þetta vera alltaf aðeins stærri. Þannig að með aðra daga ársins og aðra mánuði þá allavega engin minnkun sem við sjáum. Þannig að þessi dagar eru alveg búin að festa sig í sessi? Ja, enn sem komið Einmitt það. En við látum þessu lokið héðan úr Vatnagörðum. Takk fyrir það. Og þá skulum við líta á það sem ber hæst í íþróttafréttum kvöldsins sem Almar Ormarsson sér í kvöld. Íslenska kvennalandsliðið í handbolta spilaði í dag sinn fyrsta leik á Evrópumótinu sem fram fer í Sviss, Austurríki og Ungverjalandi. Elín Jóna Þorsteinsdóttir átti stórleik í marki Íslands. Færeyska kvennalandsliðið handbolta spilaði einn í dag. Þetta var þeirra fyrsti leikur á stórmóti. Og íslenska kvennalandsliðið í fótbolta spilar nú gegn Kanada í æfingarleik. Og áður við kveðjum ykkur skulum við renna yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Samfylking, Sjálfstæðisflokkur og Viðreisn mælast með mest fylgi í nýjum þjóðarpúlsi Gallup. Aðeins einn ráðherra Framsóknarflokks næði kjöri og Vinstri græn ná ekki manni inn á þing. Austfirðingar þyrstust til að kjósa utan kjörfundar í dag. Veðurstofan spáir vonskuveðri á austurhelmingi landsins á kjördag. Vetrarfærð gæti orðið til þess að fresta verði kjörfundi og talningu atkvæða. Undirbúningur fyrir kjördag á morgun í fullum gangi og unnið hörðum höndum að því að koma upp kjörklefum á 24 stöðum í borginni. Ísraelsher gerði í dag árás á skotpall Hezbollah í suðurhluta Líbanons þrátt fyrir nýsamþykkt vopnahlé. Ásakanir hafa verið á báða bóga að það hafi ekki verið virt. Og bið getur orðið því að hægt verið að opna fyrir umferð til Bláa lónsins. Búið að ryðja vegslóða yfir hraunið sem rann yfir Grindavíkurveg í síðustu viku. Þessi fréttatími á enda. Við minnum á að formenn stjórnmálaflokkana mætast í sjónvarpssal að loknum íþróttum og veðri og þið áhorfendur góðir getið gefið þeim einkunn fyrir frammistöðuna í þættinum með RÚV stjörnur appinu sem fáanlegt í öll snjalltæki. Niðurstaðan verður svo kynnt í vikunni með Gísla Marteini seinna í kvöld. Njótið helgarinnar, hafið það gott og verið sæl.